Crazy Bastard. I'm a crazy bastard. Klukkan orðin rúmlega 4 og Crazy Bastard kom inn á fóninn þennan þriðjudaginn. Og eins og alla þriðjudag situr hann beint á móti mér, hann Sverrir Þór Sverrisson, vertu velkominn. Takk fyrir vinnu minn og gaman að heyri í ykkur hlustendur. Hvernig ertu gemli? Kallinn er ljómandi fínn. Er það ekki? Jó. Lítur vel út. Já, þakka fyrir það. Svolítið skeggjaður. Já. Það kom mikið skegg, já, mér finnst gaman að safna skeggi. Ákvöru. Mér finnst þú mun mér finnst skegg eldaði svo Sverri. Já, það er nefnilega alveg rétt sko. Svo rakaði ég mig, já. Þá er ég allt í einu orðin eins og ég sé 20 sko. Já, þá ertu alveg unglegur og sætur aftur. Já, en þetta er voða notalegt sko. Þetta er eitthvað svona jólalokk. Þetta er bara því að ég, veist, Þú ert listamaður? Ég er ekki að leika barn, til dæmis næstu 3 vikur sko. Já, og ert listamaður? Og er náttúrulega listamaður og getur leyft mér alls konar skrýtna hluti og fólk heldur bara að ég sé fáiði og það er öllum drullu saman. Þannig að þú ert svona, ef ég að vera alveg hinskilin þá situr þú núna út með laptop fyrir fram að þig og heldur á kaffi í take-away bolla og ert fullskeggjaður. Já. Það er svona, það er eins og þetta reynið að vera múkið svona. Já, sko, en munurinn á mér og svo mörgum öðrum, ég er ekki að reyna. Nei, ég er. Já, þú ert, það er rétt. Djöfull áttu töff maður. Já, þú ert, Sverrir, það er bara þannig. Þú ert íkominn frá útlandum og mistir hérna eins og saman. Já, til hamingju með það maður. Næggar verið það, og leiðilegt að missa þið út. Var þetta stuð og stemming? Já, við vorum allir hérna á föstudaginn í þvílíkum gír maður. Já, ég sá reyndar á netinu þegar ég lá upp á hótelherbyggi þegar þið voru að syngja. Já, ok. Já, það vantaði svolítið þar. Pétur klúðraði því svolítið. Já, hann klúðraði ekkert, hann svona myndi ekki línuna sína og... Já, hann er náttúrulega bara einn af þeim fáið sem hann kemst upp með að klúðra, sko. Hann er bara þannig maður, sko. Já, maður verður ekki fúll út í hann. Nei, maður fyrirgefur honum allt svona kjaftaði, sko. Já, en hvað varst þú að gera, svona, svo komið hlustendum aðeins inn í það? Hörðu, ég og Bragi fórum til Lübeck. Já. Í Þýskalandi. Já. Þar sem að myndin okkar Sveppi var að keppa á kvikmyndahátíð. Já, ok, vann hún? Nei, okay. Hún vinnur aldrei neitt þessi mynd. Þú ert maður að fara með á nokkra svona hátíðir? Já, það er öllum drullu saman hana. Vinnur hún aldrei neitt? Nei, það er ekki oft sem hún er í keppni, sko. Nei, ok. Það er bara svona stundum, en þarna var hún í keppni, en þetta snýrist nú ekki beint það. Svo voru við, sko, svo var svona... Er þetta ekki bara að vera með? Jú, svo er þetta rosalega svona kvikmyndahátíð, þetta er svo aðstæðanlegt, þetta er rosalega mikið svona Hey, how are you? Do you have a film here? Yes, okay, I should see it. Me. Svona chit-chat ekki neitt, sko. Svona sleikjuháttur. Kynnast fólki og svona kjaftaði, sko. Já. Svo var svona edduhátíð á laugardagskvöldinu. Ok. Það sem að vera afhenda verðlaun fyrir sjónvarp svona eins og í flottu þíateri, sko. Já. Þar voru við að afhenda verðlaun, ég og Bragi. Nú, já. Þú hefur nú haft gaman að því, heyra mig tala ensku þar fyrir framann fullan sal af þýsku fólki. Það er alltaf veistlega að heyra þig tala ensku. Já. Þú ert ekki svo besti. Ó, nei. Þetta er vantilega verið gaman. Þetta er hrikalega gaman. Við erum með fínan þáttandi ykkur í dag við Sveppi. Það er fastilegir eins og venjulega eins og óþægilega könnunum. Við ætlum að hringja til Afríku. Já. Við ætlum að heyra í systkinum okkar á eftir tengt einni fréttir þar sem er þetta viðbjóðslega. Já. Svo erum við með styrlaðar staðreyndir og fleira á sínum stað. En ég var að segja eitthvað okkur, sko Maja sýsti, við þurfum bara að tala fallega við hana og eftir þannig hún skell ekki á. Og reyna að hringja Ingvar bróður þinn líka. Já, hún hefur nú skellt nokkru sinnum á okkur, hún Maja. Já, ég bara þurfum að tala hann inn á að tala við okkur og ljúga henni ef við séum búin að tala við bróður þinn og eitthvað, sko. Já. Því að samkvæmt fréttirinn á Vísi, sko fyrirsögnin er bara svona, systkinum verði ekki bannað að sofa saman. Já. Þetta er þetta í lagi að vera að ræða þetta? Þetta er ekki spurningu það. Þetta er komið í blöðin, þetta er komið í fjölmiðla, fólk er að velta þessu upp greinilega. Það er sem sagt einhver listi, einingalistin í Danmörku vill gera það löglegt fyrir systkini að vera saman. Já. Og við ætlum að ringja í systkini okkar hérna eftir og spyrja út í þetta. Keep it in the family, man. Þetta er bara vont, það er ekki annað. Verður ekki til í það að tengdamóðið þín verður líka móðið þín? Æ, nei, maður. And I call your name like an addicted to cocaine. Don't slowly stop and grab a plane. And I touched your face, narcotic mind malaise, Mary Jane. And I call your name. Það gott sem hefur ekki verið spilað í þessum þætti áður. Nei. Liquido Narcotic, ég man eftir þessu lagi. Þetta minnir maður ég var í úlingavinnunni gamla dag. Já maður, ég man eftir þessu lagi en ég veit aldrei hverju er að syngja að spila, sko. Þetta lag minnir maður ég var bara a happy young camper með lífið
framundan. Já, allt blasti við maður. Já, ég var með hár og ég var hamingjusamur. Ángríns, þetta minnir mig á mjög góða tíma. Ég er ekkert að segja þessi þunglindur í dag, en þetta minnir mig á mjög góða tíma, þetta lag. Það er bara, æskan er alltaf yndisleg. Já, ég saknaði þess að vera ungur. Sko, þetta er á þeim, það var ekki búið að falla á mig lán einu svona þessum tíma. Nei. Það var það góðu tími. Þú varst ekki einu sinni með yfirdrátt. Nei, ég var ekki með yfirdrátt, ég var með hár. Það var alltaf að gerast einhvern veginn og bara lífið blasti við mér. Já. Nú sitt ég sköllóttur og inn á FM 957. Nú er það engin greiðsla. Nei. Bara endurgreiðsla. Já, ok, viljum að fara hérna í slúður baka dagsins. Lítur ekki vel að það? Jó, ég veistu það, ég er líka búinn að vera þarna erlendis, ég veit ekkert hvað er að gerast út í hennum stóra heimi. Já, þannig að það finnst þér að fá þetta beint í æð hér. Bara flétta Ríönnu og þeim. Já, sko, ég ætla að byrja slúðrið á George Clooney. Og hérna kemur frétt sem að þetta kom mér svolítið óvart því að nú fylgjast ég vel með slúður og ég var ekki búinn að heyra þetta áður en systir hans, George Clooney sem heitir Adelia Seidler og ég talandi systir allavega að hringi systir mína hér eftir hún býr í Ástralíu og var að koma fram í hérna einhverju viðtala sem hún var að segja að það væri gjössalót í hött að George Clooney væri samkynhneigður og það væri ekkert til í þeim orðrómi. En já, George Clooney er nú á föstu þessa dagana og á hérna kærustu sem heitir Stacey Keebler en hann á engin börn og það var að tala um það í þessu viðtali hér að hann hafi hatt orð á sér að hann væri samkynhneigður, hann George Clooney. Og systir hans var hérna að segja að það væri ekki til í þessu og ég veit ekki, veist, okkur er systir hans eiginlega kommentilega á svona rugl. Já, það er svolítið spes, sko. Af því að þá svona einhvern veginn, þá kemur fyrirsögnin. Já. Fyrirsögnin gerir þetta verra, þú veist, bara systir George Clooney vill ekki meina að hann sé samkynhneigður. Já. Þetta er eins og bara einhver óþægilegasta fyrirsögn sem að ég hef lent í á ævi minn og einhver mesti viðbjóður sem ég hef lent í þá þarf að stóð framan á forsíðun og séð og heyrst Auðun Blöndal neitar þetta sé hann í þessu klámvídeói. Það var bara svona vont á alla kanta. Þá fór allir að kíkja á vídeóið. Já, aðtökur, og þetta var líka svo astnalegt. Þá hringdi ég mig og spurt bara, herðu, nú ganga það sögur að röddin hérna á þessu kynlífsvídeói sem að gengur hérna netið sé mjög lík þinn. Ert þetta þú? Ég bara, hvað ert eitthvað fullur að? Nei, þetta er ekki ég. Þá allt í er ég bara búinn að kommentera á þetta sem gerir þetta miklu verri einhvern veginn. Já, það maður á aldrei að kommentera á neitt, sko. Nei, hún hefði brátt að segja bara, er ekki í lagi með þig? En það er samt svona, það er alltaf verið að saka Tom Cruise sem er samkynhneigður og George Clooney, John Travolta og alla þessar flottu gæja, skilur við. Já. Menn hafa nú pælt í því hvort að þú sé samkynhneigður eða ekki? Nei, ég hef nú fengið minna af því, held ég. Já, meir en ég. Já, meir en þú kannski. Af því að þú svona, veist, þessi í ræktinni og huggulegur og svona, sko. Hvað tengi? Svona flottur gaur. Höldum áfram. Býtu. En það er enginn dott í hug hvort að ég sé samkynhneigður ekki. Og það er öllum drullu saman um það hvort að ég sé samkynhneigður eða ekki. Alveg saman átt ég myndi fara í sleik fullur yfir einhvern gaur niður í bæ sem ég hef bæði oft gert ruglega. Skilur við? Það kemur aldrei neitt svona eitthvað, sveppi hommi eða eitthvað. Hvað, viltu fá svoleiðis pælingar? Já, mér finnst bara alltaf að fólk gefi í sjans, eða sko, veist. Já, þá bara, Sem að, veist, þetta segir okkur bara það er öllum drullu saman um einhverja svona litla krullótta fyturlunga. Það er alltaf bara ef þú ert eitthvað svona slikk og flottur og góða lykt og veist, tryggjadaða skegg, þá er allt í einu möguleiki að þú sért hommi. Akkur get ég ekki alveg verið hommi svo George Clooney? Þetta er bara góð pæling. Ég hef ekki hugmynd, ekki verið reiður við mig. Ég er bara að segja slúður hérna. Það getur vel verið að ég sé hommi. Já. Takk ég þetta með ykkur og kottalana ritstjórar slúðurblaða. Það getur vel verið að sveppi sér samkynhneigður. Farið nú einhvern tímann að spá í það. Svo er það Sam Worthington, hann var enginn að tala um hans samkynhneigður en þetta er leikarinn sem sló í gegn í Avatar, aðalleikarinn þar og lék líka hann í nýju Terminator myndinni segi. Já. Það var verið að henda honum í fangilsi núna, það var verið að kæra hann fyrir að ráðast á dyravörð sem að vildi ekki hleypa honum inn á skemmtista. Þessi 36 ára gamli leikari er núna í tökum á bíómynd í Atlanta. Langaði að kíkja á einhvern skemmtista, það var einhver dyravörður sem sagði nei við hann og endaði með því hann réðst á hann. Auðvitað, ég menn hann vildi komast inn. Auðvitað. Hann er frægur, hann á að fá að fara hann inn. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta er, ég er ekki að kveikja. Sam Worthington, aðalleikarinn hann í Avatar. Svo er það lokað slúðrið og það er af manneskju sem fer virkilega í taugarnar mér þessa dagana og hún heitir Britney Spears og já, hún er að drepa mig í X-Factor. Þú veist, ég elska þessa þætti. Ég horf alltaf á X-Factor og Idol og svona. Já. Britney Spears, það er eins og að sé dáin manneskja að tala í gegnum hann í þessum þáttum. Ég þolið ekki, hvernig þá? Bara, that was better than I had imagined.
ok, glæsilegt, frábært komment og þvílíkt uppbyggjandi og er það svo Raccoon Diamond White, stelpuna þetta litlu sörtu sem ég held með. Söng þvílíkt vel og ógeðslega svona lífsglöð og fátæk býr og sefur í sama rúm og mamma sín 13 ára og eitthvað og bara Pía sem ég var búin að halda með alla keppnina og nákvæða að henda henni bara og svo líka þegar hún að reka fólki það er svona ég sé sama. Ég verð ekki að horta á þetta. Jú, ég er búinn að sjá alveg, ég hætti að horfa, ég byrja að horfa, svo hætti ég að horfa þegar allir keppendur fara heim til dómarana. Já, það var finnst mér ömurlegt. svolítið langur þáttur. Þetta var sem fyrsta sem gerist á sviði. Já. Og þegar hún að segja fólki að þau séu að fara, það er nákvæmlega eins og henni gæti ekki verið meira saman. Það er bara svona, það er komið tími að þú fari. Bara fyrir töðunum, en það er að koma núna út ævisaga með henni. Og ég get lofa þér, ég ætla ekki að kaupa hana. Það er hún ekki að deyja til þess að ævisögunni sinni? Nei, hún er fædd 1981, hún ári yngri en ég, hún Britney Spears. Hún er nú lent í ýmislegu, rakaði á sér hárið eins og ég og réðst á, blaðamenn með regnhlíf, ég hef nú reyndar ekki gert það. Nei. En það er verið að tala um það að hún ætlaði að gefa út ævisögu og fær gríðarlegan pening og væri þetta með stærri samningur sem gerðir hafa verið. En svo stendur hér í svega ef hún er til að segja frá öllu. Það er okkur máli. Ef þú ætlar að gefa út ævisögu þá er þetta að segja frá öllu the juicy stuff. Já, það er svolítið þannig sko. En það er líka umlegt ef að til dæmis þú gefur út ævisögu, hún myndi bitna á mér. Já. Ef þú ætlar að fara að segja frá öllu the juicy stuff. Já, það getur að vesen fyrir þig. Já. Sem er bara ósangið, ég fæ ekki krónu. Nei, ekki fyrir sögurnar. Nei, þetta var slúðupakki dagsins og það sem stóð hæst er að Þór Sverrisson gæti alveg verið hommi. Já. Ekki gleyma því. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og svo ætlum við að tjekka á systkinum okkar því að, vilja meina það í Danmörku að það er að leyfa systkinum að sofa saman. Já. Hljómar ógeðslega og við ætlum að spyrja okkar systkin út í þetta. Gæludýr, hús, fatnaður, snirtivörur, hjól og margt fleira fæst á sölutorgi bland.is. Þegar þú vilt gefa eigum þínum nýtt líf, þá veistu hvert þú ferð. Sölutorg bland.is. Ómissandi leikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Ajax og Schalke Arsenal. Þorsteinn Jóð og gestir hefji upphitun klukkan 19 og fara yfir allt það helsta úr öllum leikjum kvöldsins í meistaramörkunum í leikslok. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Vertu þinn eigin útvarpsstjóri og hlustaðu ótakmarkað hvar og hvenær sem er fyrir aðeins 55 krónur á dag. Tónlist.is. Langar þig í háhraða internettengingu á ljósnetinu? Við bjóðum þér aðgang að ljósnetinu á frábæru verði. Er það ekki bara dýll? Tal. Svona á samband að vera. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Í FM 95 Blö á FM 957. Já, þeir eru orðnir eins ás, strákarnir í FM 95 Blö. Já, þetta er búin fljótt að líða. Við ekki hana. 1 ár liðið sem við byrjum. Time flies, man. Time flies when you're having fun, segir þær. Já, time is fun when you're having flies. Já, það er líka oft talað um það. Skemmtilegt. Talandi það, ætlum við að hringja til Afríku á eftir. Já, Það fyndið maður, Við ætlum að hringja til Zimbabwe eftir samt. Já. Við höfum aldrei hringt til Afríku áður. Ég kom með númeri sko hjá bara einhverju kaffihús í Zimbabwe. Já. Það verður bara svara. Áhugavert. Og við erum líka að fara að hringja í systkin okkar hér eftir skamastund og tengist það frétt sem er inn á vísi.is þar sem stendur systkinum verði ekki bannað að sofa saman. Hræðileg fyrirsögn og eitthvað sem að getur skemmtilegt að ræða þessu systkinin sín. Já. En það er hins vegar komið núna að sturglun staðreyndum eftir til í það er Sveppi Krull. Baby. Kona en hún kallaði ekki Sveppi Krull eða? Nei. Nei, ok. Ertu tilbúinn? Já. Ok, og þú veist náttúrulega einn sem er kjaftaði en við ræðum það bara í lokin. Já. Við látum það ekki eyðileggja spjall okkar hina staðarinnar, fattar Nei, ég skilji. Hér kemur fyrsta. Endur fara í fíl út í hvora aðra. Þetta, ég sá þetta í dag þegar ég las þetta. Ég skrifaði, ég fór í gott skap. Já.
Ég hugsaði svona einhverja öndir sem mig og svo einu svona sköllótt bara United nýbúið að tapa og hún bara í fílu. Siglir bara eitthvað. Hvað Öddi önd? Hann undir góðspurninum hann. Hann ekki láta sjá hann sig að gráta. Hann í fílu. Svo næsta, fólk getur ekki labbað beint blindandi. Það verður að vera með jafnvægispunkt. Ég reyndi þetta á hann. Þú getur á svona fyrstu metrana, en svo endar við bara að labba í hringi. Vá. Það er líka ógeðslega óþægilegt að labba blindandi, hefur gert það? Já. Og það er meira þessi óþægilegt þegar einhver er að leiða mann blindandi. Maður treystir engum. Þetta er alltaf erfitt. Svo er það næsta. Stofnandi McDonald's Stofnandi McDonald's dó úr hjartaáfalli á McDonald's ráðstefnu árið 2004. Nei. Jú. Er eitthvað svona... Stofnandi McDonald's? Hvað heitir hann? John McDonald? Einhver fyrir CEO og one of the founders stóð. Wow. Já, þetta er krúl einhvern veginn, bara á ráðstefnu McDonald's. Já, veist, transfitur ráðstefnu. Já, ætlaði ekki. Svo er það næsta, tippi á karlmönnum hafa farið minkandi síðustu 50 ár. Hvernig fundu þér þetta út til þetta? Já, þetta getur komið inn og getur nýtt þetta í óþægilegu könnunum sem verður hérna eftir. Já. Spyrja, er tippið að minna núna en það var fyrir nokkur mánuð síðan. En allavega, þá fara tippið minkandi sem er ekki jákvætt fyrir okkur strákana. Nei, það er agalegt. Já, hvernig hefði... Ég veit ekki hvernig ég er þá eftir 100 ára með það. Ég er bara nappur. Heldum bara fram. NSYNC, þetta fannst mér svolítið skemmtilegt. NSYNC I'll Never Stop kassettan er svo mest selda árið 2009, 2010 og 2011. Nei. Mest selda kassettan í heiminum NSYNC er I'll Never Stop með NSYNC. Er það ekki bara því að það gefur enginn út kassettur lengur? Ekki þeir að því fjanda? Nei, þetta er bara eitthvað gömul kassetta sem er potið bara ennþá að vera að selja. Ég meina, þú röltir ekkert inn í skífunni í dag og ætlar að fá Rattulen Humbar í kassettu. Haldið að vera dópisti bara. Herru, svo er það næsta. Það er reyndar fullt af fólki sem safnar ennþá vínil. Mér finnst það svolítið töff. Já. Það verður cool að eiga eitthvað svoleiðis heima. Það er mjög töff. Ég var í partíum daginn þar sem var bara vínil, sko. Já. Það er einhver ákveðin stemming. Þú hendur ekkert kassett á í dag, sko. Nei. Spóla laginu þarna, nummer 4, það er vonlust. Svo er næsta. Það voru 40 svín sem að léku Babe. Þau uxa alltaf á hlutverkonum. Það var svona eitthvað lítið svín, svo er bara orðið stórt. Það er þetta að fá nýtt lítið svín, svo var það stórt og nýtt lítið svín. Alltaf svín ekki út í hátæðinu. Þau voru ekki að éta leikarann í trúið þínu. Nei, það er ekki eina myndin. Það sem leikari hefur í étin er þeirri mynd. Það farið Babe. En þetta er þið vesen ef þú hafði unnið til Óskarsvöluna fyrir aðalhutverk. 40 leikarar sem þyrftu styttu. Lítið svín með Óskarsvöluna styttu. Svína hjörðu upp á svið. Veitu hvað það er að gera? Að Babe bara fá fyrir besta leikja aðalhutverki. 40 svín. Þetta er yndislegt. Svo er næsta. Þetta hérna er fyrir kallmenn sem er á lausu þarna úti og er að reyna að finna sér konu. Já. 80% af first impression hjá konum er hvernig karlmaðurinn stendur. Það eru oftast búin að mynda sér skoðun á manninum áður en hann byrjar að tala. Sturlu staðreynd. Já. Ég, til dæmis, held að ég standa ekkert voðalega töff. Ég er alltaf svona hókin og ég er ekki nógu beinn í baki og svona. Já, kannski eitthvað sem ég þarf bara að fara að vinna í. Kannski þess vegna sem þú ert á lausu. Já, því stendur svo aðstæða. Ég meina maður bara stendur, skilur. Já, þetta, en ekki hvað, þetta stendur bara, en þú stendur, menn standa misasnælega. Maður sé að starta eins upp, hvernig myndir þú standa ef ég verið kona á bar núna, maður segja? Já, ég meina, ég náttúrulega, þegar ég stend á bar, þá er ég alltaf hallandi mér yfir barborðið. Já, ok, en startu núna bara venjulegur. Já, þetta er mjög töff. Bara stend, veist, það er ekki hægt að bara, vá, kona, veist, þetta er... Nei, ég veit, þetta er kjafta. Ég held að, sko, 90% af öllu svona eitthvað sem að tengist hvað konur heillast að kallmönnum og kallmenn að konum, bara kjafta. Já, ég held það líka. Það þarf bara að vera, veist, skemmtileg kona, skemmtilegu maður og áhugaverð. Já, alveg rétt hjá þér. Það er svo næsta, frosinn humar getur lifnað við þýðingu. Nó! Já, spáðu því maður. Þetta er magnað maður. Allt í hennu bara byrja að labba. Vá! Fá þér humar. Það er steikt. Það eru 2 eftir. Það eru 7 ökuskírteini skráð á Jesús Krist bara í Kaliforníu. Það er bara, einhverjir gaurar búin að breyta nafninu sinni í Jesus Christ. Vá! Hverju myndir þú gera það? Ég myndi aldrei gera það. Skýra mig Jesús Kristur. Það er bara rámt.
Já, Jesús Kristur með ykkur hérna á FM 957. Það er Og Sveppi Krull með þið til 6. Það er svona síðasta sem að mjögast virkilega skemmtileg. Flamingofuglar míga á lappirnar á sér til að kæla sér niður. Þeir eru með kalt piss. Nei! Það er ekkert annað. Og nú spyr ég þig, Sverrir Þór Sverrisson, ég spyr ykkur hlustendur, hvað af þessum var kjaftaði? Þetta var allt eitthvað svona, þetta var náttúrulega allt bara hljóma eins og kjaftaði, sko. En það var ekkert eitthvað sem slóði og þú hugsaðir að hann er að ljúga þessu. Já. Hvað heldur það sé rugl? Þú varst með einhverja prósentu þarna? Já, 80% first impression á konum með hvernig kallmaðurinn stendur. 40 svín sem leikur Babe, I'll Never Stop, kassettan og svo vinsalasta tipp á kallmönnum, minkandi, stopnandi McDonald's, fólk getur ekki labbað blindandi. Ég segi tippi minkandi. Að tippi hafi ekki verið minkandi síðustu 50 ár. Já. Það er kjátaði, tippi hafa verið minkandi síðustu 50 ár. Og það var rétt. Já, það er rétt. Það sem að var hins vegar rugl í þessu og mér þykir leitt að segja frá því er að, endur fara ekki í fílu. Sem var samt eða svona mín uppáls. Fáum eitt föstudagslag hérna frá Chubby Little Swessmen. Þetta er lagið Creep. Ég vildi ekki vita þetta. Nei, ég vildi að endur færi í fílu. Já. En þær gerðu það, endur fyrir löngu. Já. Þessi var vondur. When you were before, could look you in the eye. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts, ever makes you happy. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Þú færð skjóta og góða hjálparaþjónustu hjá N1. Rendu við hjá okkur þegar þér hentar. N1. Meira í leiðinni í allan vetur. Pop TV er ný sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Sjóð heitir Þættir, frumsýndir á Pop TV. Better give them what they want, baby. Íslenski listinn, sjáðu, Game TV og heitustu tónlistamyndböndin allan daginn. Pop TV er ný og fersk sjónvarpsstöð sem fylgir frítt með áskrift af Stöð 2. Agent.is og Carlsberg kynna YOLO á Þýskabarnum. 7. til 11. nóvember. 4 hip-hop kvöld þar sem meðal annars Hobson, Dizzy Wright, Úlfur, Blas Rocka og margir fleiri koma fram. Forsala miða er hafin í skór.is kringlunni og á miði.is. Nánar upplýsingar er að finna inn á agent.is. Universal kennir gamanmyndina Pitch Perfect. We need 8 perfect singers if we want to be champions. Anna Kendrick og Rebel Wilson úr Bridesmaids fara á kostum í frábæri mynd. You call yourself Fat Amy? Yeah, so tweak bitches like you don't do it behind my back. Pitch Perfect. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói, Háskólabíói og Borgarbíói Akureyri. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæðan fyrir að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni?
Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hér rétt handan við hornið óþægilega könnunin sem er líklega það erfiðasta sem ég geri í þessum þætti, svei mig þá. Já, þetta alltaf kjaftaði, sko. Já, þetta er aftanlegt og óþægilegt en viðurkenna mér finnst það gaman þegar þú ert eins og er komin á línu og ert þannig að spyrja. Já. Þetta er svona sem, þetta minnir mér svolítið á þegar við vorum að gera falda myndaðil í gamla daga, að mér finnst alltaf gaman að taka þig upp, en mér finnst ekki gaman að leika sjálfur. Nei. Og maður þurfti og maður leiði alltaf best ef einhver byrjaði og þá komst maður kannski möguleg í smá gýr. Já, það reyndar. Það gæti kveikt í manni ef maður var að hlæjað hinnum í fallin myndal. En það styttist í óþægilega könnuna. Við ætlum líka að hringja í systkini okkar hér og eftir sem að geti nú líka orðið óþægilegt símtal. Já. Hún tengist það skilurlegri fréttin á vísir.is með fyrirsögninni systkinum verði ekki bannað að sofa saman. En já, áður við hringjum í systir mín og bróðin Sveppi. Þá ætla ég að segja hérna, þú veist reyndar margt af þessu sem ég er að lesa hérna inn á þessu FM-preppi er algjört svona bull. Já, þetta er alltaf að koma eitthvað svona. Þú veist, eitthvað rugl, ekki gera þetta og ekki gera hitt. En hérna, ég var að fara aðeins yfir þetta og ég ætla að spyrja, ég held að þetta sé ekki það mikið rugl núna. Hérna stendur, things men should never say to women. Það er bara það sem karlmenn ættu aldrei að segja við konur. Og ég ætla að aðtöga hvort að þú kannist við eitthvað af þessu. Og hvort að þú lumir á einhver sem ég ekki að segja við konur. Já. Þeir segja hérna, og það er mér svolítið til í þessu, og þetta aldrei að segja konu að slaka á. Já. Það er svolítið til í. Ef ég fyrir að rifja upp, ég nú ekki alltaf verið á lausu, ef það er komið að einhverjum að rifrildu eitthvað, ég man alveg ef ég sagt, það er slakað á, það er ekki vinsæl lína. Ef hún er orðið næst, þá er hún ekki að fara að slaka á ef ég segi henni að slaka á. Það er nokkuð ljóst. Það er rétt, það er mjög góð punktur. Já, þannig að ég er svolítið sammála þessu. Já. Svo kemur annað hérna, ekki endurtaka spurningun hennar, því að þá virkar sem sekur af því sem að vera að rífast Já, varstu til 5 í gær, til 5 í gær? Var ég til 5 í gær? Þá var maður að hugsa bara, hvernig kemst ég út úr þessu? Já. Hvernig get ég logið út úr þessu? Þú ert að kaupa þér nokkra sekund. Já, halda þær, þetta þarf ekkert alltaf að vera nefnilega. Nei, það er samt svolítið til í, ef þú endurtekur spurninguna þá ertu ofta að vinna þér einn tíma. Já. Býtu, hvað, var ég hvað? Hvað sagðirðu? Þetta heyrðu alveg hvað hún sagði. Líka að maður segir ha og svona, já. Svo er næsta, aldrei senda bara OK í SMS-i. Nei. Þetta er eitthvað sem ég reyndar kannast ekki við, en það held ég myndi aldrei gera það. Ef að konaðin sendir eitthvað SMS bara, herru, hérna, ágætt að vera að koma heim, OK, eða eitthvað svona. Svolítið þurrt og daburt. Já, ættum maður að henda broskalli eða? Já, broskalli og ástin mín, eða eitthvað svona. Já. Og, já, svo kemur hér líka, aldrei að spyrja kærastunni hennar hvort hún sé eitthvað klikkuð. Hérna stendur bara, if she sounds crazy, she's acting crazy, never ask her if she is crazy. Það er víst eitthvað sem að fer rosalega í taugarnar. Þetta er náttúrulega bandarísk könnun, en já, samkvæmt þeim áttu aldrei að spyrja kærastuna hennar eða konuna hennar hvort hún sé eitthvað klikkuð. Já, maður, ég veist. Hefurðu spurt konuna þína því? Hefur hent og Írisi bara, ertu eitthvað klikkuð? Já. Það er bara dottið inn. En eins og það er þetta með að slaka á, sko. Það er kannski aðeins erfiðara þegar maður hendi því á konurnar. Þess vegna er ég með leið, sko, við því, sko. Nú? Áttu bæta sjálfu þér inn í, sko. Býtu, heyrðu, þurfum við ekki að slaka eins á? Skilur þið? Þá er þetta allt í henni farin að segja þetta líkum þig, já, sko. Já, þú þarf líka að slaka, og ég. Já. Býtu, heyrðu, þurfum við ekki aðeins að slaka á? En getur sett það líka inn í þegar þú endur tekur spurningana og hún til dæmis býtur hvað, varst þú á fylliriti 5 nótt? Vorum við á fylliriti? Vorum við á fylliriti? Nei, ég var ekkert á fylliriti, þú varst, já, var ég, já, þannig að það ertu að kaupa þér ennþá meiri tíma. Já, það er mjög erfitt, sko, að komast út úr því reyndar. Já. En það er oft gott þegar, sko, að taka sjálfan því með inn í eitthvað svona, sko. Já, en er eitthvað sem að þú vilt bæta við þetta? Er eitthvað sem að þú manst svona í þínu sambandinu, þú giftur maður og Já, ég meina, þú spyrð ekki konu, skilur líka svona, veist, ert að vera tilbúinn? Já, ég geri það svolítið, ég er svo stundvís og ég get orðið... Það taka bara lengri tíma og svona, sko. Já, ég reyndar með eina línu sem ég notur rosal oft, sko, og það bæði gerði fyrirverandi Brjála og Sverrir Bergmann þegar hann bjóð heima hjá mér að fá virkilega tötur á honum, ekki það ég sé líka þeim saman eða sambandinu sem ég átti við þau. En það var, ef ég er búinn að bíða lengi, þá tek ég alltaf bara, herru, ég verð út í bíl. Já. Ég ger þetta alltaf. Ég verð út í bíl? Já.
Af því að þá bara ég orðin svo pirraður og ég veit að verða bara leiðindi. Já. Og þá finnst mér líka verið að setja ekstra pressu á viðkomandi með að segja bara, þá hún kannski að klæða sig í eitthvað ból eða eitthvað og hugsa býta, hann er bara út í bíl að hanga. Já. Hlýtur að líða illa. Best að drífa sig. Ég fer að millivegin. Nó, bara bílinn fyrir utan. Nei. Hvenær áttu við aftur að vera mætt? Skilurðu? Já. Áttu við að vera mætt 7:30? Já, ok, hvað er klukkan? Já, eins og þú sért líka bara að spyrja. Já. Og sért seitt. Hún er kortur í 7. Já, einmitt, þannig að við erum orðin svolítið fucking sane! Þetta eru góð ráð hér. Vonandi gæti þetta hjálpað. Fáum Muse, Follow Me. Já, þetta lag er ég búinn að spila hverjum degi sinni, heyrðu það. Hlusta hér á útvarpsþáttinn FM 95 Blu. Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur til, 6 í dag. Síkátir að vanda. Síkátir að vanda, það er endar hárrétt hér. Og við vorum að lesa hérna meðan vorum að hlusta á síðasta lag, vorum við Sveppi að lesa hérna inn á vísir.is. Já. Að, sko fyrirsögnin er, systkinum verði ekki bannað að sofa saman. Já. Hálf ógeðsleg fyrirsögn, við erum að veikina. Og svo stendur hér að einingalistinn í Danmörku vill afnema bann við kynlífi milli systkina. Já. Málið var ekki gríðarlega mikil athygli í Danmörku og til dæmis í Svíþjóð og öðrum löndum er þetta ekki bannað. Það ekki. Nei, er þetta ekki örugglega bannað á Íslandi eða? Jó, ég held að. Það ætla rétt að vona það. Og sko, það sem við vorum að spája að gera var að ringja í systkinu okkar. Ég á 2 systur, þú ert með bróðir. Já, sem er öðruvísi. Já, þannig að ég myndi ringja í sem sagt Mæju systur. Hún reyndar skellir alltaf á, en ég ætla bara að biðja hana strax, segja henni hérna, ég ætla að ljúga henni við sem búin að tala um bróðin þinn. Já. Og bara heimta hvort hún geti svara bara fyrir með einni spurningu og ég ætla bara að fara vel í þetta. Já, svona læðumst í kringum grautinn eins og heitir kettir. Já, þannig við megum ekki vera eitthvað svona, ei Mæja, auðvitað Sveppi hann eitthvað, þá skellur hún bara á. Já. Ok, hérna, og svo ringir þú líka í bróður þinn. Já, ok. En eina sem erum við ekki bara að fara að spyrja hvað þeim finnist þetta eða? Jú. Við erum við erum ekkert að fara endilega í að því að við viljum sofa hjá systkinum okkar. Sem við myndum aldrei gera. Nei. En bara setja þau svona on the spot með að spyrja bara hvað þeim finnst þetta. Já. Ok, því þetta er mjög viðkvæmt, þetta er óþægilegt að ræða á allan hátt. Já, þetta er það sko. Herru, hvað þá þegar þú ert ekki eins og að vinna, þú ert ekki fíbl eins og við. Já. Þú ert bara að vinna í almennileg vinnu eins og þau tvö. Þau fengu góðu genin í okkar fjölskyldu. Þau eru bara svona venjulegt fólk. Já, bara góð, menn við erum bara vondir. Aular. Herru, ok. Tjekkum hérna á Mæju. En Dæja? Dæja, já, ég get líka reynd að tjekka henni, sko. Já. Það er bara eitthvað sem segir mér að hún skella á. Það skellir enda bara og ég þarf að ná Mæju bara vel, maður sjá. Það er öðruvísi með mig og Ingvar sko að við mögum sofa saman, skilur. Bara þetta. Okkur það öðruvísi? Það er náttúrulega bara homaskapur. Já. Og við erum hvorir homar. Það er nú ekki óalgengt sko. Nei. Halló. Mæja. Já. Hæ, ég drauti hérna áður og skellir að þá ætla ég að viðurkenna að þú ert í útvarpinu, hann situr hliðina með hann Sveppi. Hæ. Gerðum við eitthvað rosalega greið en að tala við okkur í 90 sekundur. Þetta mun ekki taka langa stund. Við erum búin að tala við bróður hans Sveppa. Við þurfum bara aðeins að ræða við þig. Örstu, þetta er ekkert leiðilegt. 90 sekundur, ok. Ok, hvað ertu að gera? Ég er í vinnunni. Ok, það sem við erum að tjekka á hérna við Sveppi, ákveðum að hringi systkin okkar. Því að hérna samkvæmt vísi.is, ég stendur með stóra stöðum, systkinum er ekki bannað að sofa saman. Og í farast, þetta grínast það? Ég er að lesa fréttina. Einingarlistin í Danmörku vill afnema bann við kynlífi milli systkina. Seriously. Ég skal tala ykkur 90 sekundur en ekki þetta. Það er ekki séns. Nei, býta þess, en sko málið var ekki gríðarlega athygli í Danmörku og ég ætlaði bara að spyrja, hvað finnst þér þetta? Mér það viðbjóður. Þetta er ekki eitthvað sem er að ræði í útvarpinu með bróður sinn, þetta er bara ógeð. En svona... Finnst þér þetta að vera bannað? Það grínast strákar að. Ég vil bara svona kanna þetta. Já, auðvitað átt að vera bannað, þetta er bara ógeð. Já, þetta er risa fréttið inn á vísi.is en þetta er ekkert einhvað sem að þú hefur spáð eitthvað í. Strákar, ef ég ekki skella á þá verður það að ræða eitthvað annars í alvörunni. En þetta lefur mann að hugsa, þetta veitir mann að frelsa. Þetta er alltaf að ræða í 90 sekundur eða? Já. Já, hvað er komið mikið? Við höfum 30 sekundur eftir. Nei, oi. Þannig að þið finnst að sjálfsegja þetta að vera bannað eins og okkur finnst það. Já. Já, ég vona það. Já, okkur finnst það alveg sko, en þetta er náttúrulega svona,
gaman að heyra hvað systkinum okkar finnst þetta. Já, einmitt. En þú ert Það er alveg eðlilegt. Og þér finnst þetta ógeðslegt að, já. Strákar, ég get ekki einu sinni talað þetta. Það er hress annað. Ertu ekki hress annars? Jú, ég er bara mjög hress, sko. Það ekki? Við ætlum þetta að ræða það. Þetta er 90 sekúndurna sem þið fáið, þið verða að nýta þið vel. Þú er alltaf skellt á ekki, segð og greitt, Maja. Þú er alltaf skellt bara á okkur, hvað er það? Mamma talast Ég held áfram að skella á, sko. Þetta var eini sensin ykkar og þetta er það sem ákveða að ræða. Þannig að þú skellir á næst. Illa farið með þennan tíma, sko. Já, þetta er risa frétt hérna á vísi.is. Við erum bara að reyna að komast bort í þessu. Við vorum ekkert að spána eitt í þetta. Við ætlum bara að fá ykkar álit. Þetta er ógeð. En þótt að þetta sé kannski ógeðslegt, þá finnst þið samt Auðun Blöndal ekki ógeðslegu maður. Nei, alls ekki. En það er líka þessi algjörlega óviðkomandi, sko. Þið veist ég alveg myndalögur, ekki? Já, ég veit það nú ekki. Það er okkur sérstundlega, sko. Það er 90 sekundur búin að stráka. Já, við heyrum með þér. Heyrim, ok, bye. Fengum alltaf að spjalla þessum maður. Já, þetta er alltaf gaman að heyra í henni, maður. Hún er með þeim hressari. Það er hrikalega gaman að fyrir til Maju systir að spila og borða á svona. Já, hún er náttúrulega, en hún er ekki mikið gefin fyrir sviðsljósi. Nei, hún er feimnari heldur en, sko, hún og pabbi eru alveg eins og mamma eiginlega líka, sko. Þau bara viljið þetta ekkert. Nei, en þú heyrði líka bara, hún veist, bara óýparast að við vildi ekki hún vissi alveg hvað þetta snýri svo sem. Já, hún er búin að þekkja mig, sko, en þá er það bróðinn. Já, var hringið hann. Já, hvað er hérna númerið hjá hún? Stiflaðinn. Við lesið fyrir hann fyrirsögnin og svona, við sem bara aðeins að spá í þetta. Heyrðu, hann er svona stónsar eins og ég. Ó, vel gert. Hann getur verið á einhverju fundi, sko, hann svarar ekkert alltaf. Ja, mikill fundakall. Já. Getum prófað þetta aftur eftir, sko. Já. Herru, Ingvar bróður hans Sveppa er ekki að svara og sveimi þá og hann verður held ég hress þegar hann heyrir af hverju. Já. Af hverju að vera að ringja. Ef að gefa þetta bara bátinn alveg. Nei. Möguleikin á eftir, sko. Já, við getum reynd að ringja hana eftir en við allavega náðum í Maju, ljótt samt að ég lauga Maju að Já, það er bara svona lífið. Að þú væri búinn að tala við bróður þinn, sko. Svona lífið, uppfullt að legum og viðbjöði. Já, þetta er samt eins og Forrest Gump sagði þegar hann var að reyna að selja borðtennisbaðan sinn og sagðist notan, it's just a little white lie, mamma hans er í bunni með það. Þetta er bara svona hvítlígi. Já. Þetta var allavega sýsti mín og ekki oft sem við ræðum á hana í þessu þætti. Nei, enjoy. Ég heiti Katrín Ósk Ásgeirsdóttir og ég vil vita. Verum skynsöm, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Hann er stærstur, veitastur og flottastur. Fyrsti vinningur gæti orðið meir en 2,5 milljarður króna. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Húli uppistandsserían á Gullöldinni miðvikudagskvöld klukkan 10. Framkoma Beggi Blindi og Jóhannes Eftirherma. Frítt inn og tilboð á barnum. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. FM 95 blöð og já, það er komið að dagskrárlið sem er orðin vikulegur hjá okkur en við gætum þurft að fara endur sko hana því að þetta er svona, þetta er eiginlega eina atriði í FM 95 blöð sem ég kvíði fyrir. Já, það er yfirleitt, er þetta nú þannig með mig hvort sem ég er í útvarpi eða sjónvarpi að allt sem að fólki finnst virkilega skemmtilegt. Já. Það er eitthvað sem ég kvíði fyrir. Sem er erfitt að gera. Já. Já, og það sem við erum að tala núna er, óþægilega könnunum. Við erum búin að vera að spá þetta núna síðustu 2 vikur. Hvernig kannanir verða til og það er sko inn á til dæmis í Sturlun staðrindum og inn á fleiri svona síðum. Þá er endalaust af einhverju bulli og það er eins og eigi prósentu fyrir allt. Já. Þannig að það er verið að spyrja svona spurningar út í heimi. Það er bara þannig. Já, eitthvað staðar koma þær fram, en ekki líklega í þessu formi, eins og við gerum. Og það sem við gerum er, við veljum bara nöfn og ringjum í eitthvað fólk út í bæ og erum að spyrja svona spurningar sem að, er óþægilegt að svara. Og óþægilegt að spyrja. Já. Ég er þetta viðkjörn, mér er gaman að hlusta á þig spyrja, en mér líður illa þegar ég er að þig. Já.
Ok, herru, við megum víst ekki nota neinar stofnanir sem eru til í alvörunni. Já, svona opinberar, eins og Háskóla Íslands eða... Já, eða Háskóla Reykjavíkur eða Kappasendi, ekki þannig. Nú, ekki, hvað, vá, þá er þetta strax verið erfitt. Nei, þú segist bara að ringja hérna frá, tímaritinu... Nei, ég veit ekki, maður er bara að finna eitthvað, ringja frá EFF, það er ekkert það. Könnun.is. Já, bara könnun.is eða eitthvað svona. Herru, ég er bara að byrja þetta, klára minn skamt. Hvaða nafn viltu vinna með? Ekki segja samt fullt nafn. Bara, veist, Gunnar? Já, mér bara, veist, Einar, Gunnar, Bjössi, Tryggvi. Halló? Já, Einar. Einar, engin Nei, Gunnar segi ég. Gunnar, já. Komdu sæll og blessaður, Kolbeinn heiti ég og hringi hér frá könnun.is. Já. Ég ætla að aðtuga mætti ég truflaði í 2 mínútur við með svona smá skoðunarkönnun í gangi, tekur enga stund. Já, heyrðu, hvað er það? Þetta er í rauninu allt milli heimins og jarðar. Við erum að gera nokkra kannanir í einu, þannig ég fer úr einu yfir í annað. Já, ok, heyrðu, skjóttu. Þakka þér. Ég ætla að byrja að spyrja, spilar í lottói, Gunnar? Nei. Ekki lottói. Ferðastu með flugfélagi Íslands? Nei. Nei. Með hvaða flugfélagi flugstu síðast, veistu það? Icelandair. Icelandair. Finnst þér gott að láta sleikja þig tærnar? Aldrei prófa það. Aldrei prófa það. Hvernig kaffi drekkur þú helst? Ekkert kaffi. Ekkert kaffi. Þegar ég minnist á góstrykk, hvaða góstrykku kemur þú helst í hugan? Það er kók. Það er kók. Hefurðu stundað mök í bíl? Heyrðu, nei. Nei, það er sko þar. Ertu áskurandi að stöðu 2? Nei. Nei. Hvað myndur þú halda limurinn á því sé í sentimetrum? Heyrðu, nú nenni ég þessu ekki lengur. Það var mjög skemmtilegt að tala við þig. Já, þú vilt ekki svara þessari? Nei, ævilega blessa þér. Heyrðu, hann tók því svona bara, þú veit bara, you're a sad man. Já, sem ég er. Það er líka bara hár rétt í honum. Nei. Hvað sagðist þú vera frá? Ég er bara könnun.is. Könnun.is. Sem það sé ekki til. Sástu, hann tók þetta bara alveg sultu slagur, sko. Já, en ég heyrði þetta var eða náingi. Já. Maður heyrði bara svona vennilegur og var til ég bara skjóttu. Já. Svo bara nefndi hann ekkert að svara svona viðbjóði. Nei. En sko, það er verið að spyrja svona spurningum einhvers staðar. Já, einhvers staðar fá þér þessi svör. Já, þarftu að skráði þig í þetta. Má sjá, hérna kemur þú. Já. Já, Gunnar. Já. Komdu sæll og blessaður. Einar heiti ég og hringi þetta frá heimasíðunni könnun.is. Já. Ætlaði aðtók hvort ég mætti fá að skjóta þig nokkrum 10 spurningum í könnun sem við erum að gera í svona lífsleikni könnun. Já, já. Þetta er örstutt. Já. Tekur bara skamma stund. Þetta er tilbúinn. Ég er til. Já. Hvað stundar þú sjálfsfróun oft í viku? Já. Þetta er svona lífsleikni. Já, eins og 8 við gett. Já. Já, þetta er svona 1 sinni til 3 svar eða 5 til 7 eða eitthvað svo leys eða... Það ekki. Oft, sjaldan eða aldrei? Oft. Já. Mjög oft. Hefur þú stundar kynlíf utan dýra? Nei. Nei. Hefur þú snert kynfæri á dýrum? Dauðum dýrum. Já. Ef þú vilt ekki til að runga mér eða neitt. Nei. Má ég sjá. Spilar þú lottóinu? Nei. Ertu með stöðu 2? Nei. Hefur þú stundar kynmök með einhver öðru en konu? Nei. Nei. Þetta er líka spennandi. Já. Borðar þú morgumat? Nei. Nú. Má ég sjá. Með hvað flugfélagi flugstu síðast? Hvað er þetta? Arnarflug eða eitthvað? Ég hef ekki flogið í morgun. Já. Hefur það örvandi áhrif á því að sleikja tær? Nei. Hvaða líkamspartur kvenna örvaði mest? Fyrir hvernig er þessi könnur sér? Já, þetta er könnun.is. Já, það er ekki einhverju útvarpsþáttur eða eitthvað. Verður ekki? Jú. Þetta er reyndar útvarpsþáttur. Já, ég held það. Já, það ekki. Þú stóðst þess að mjög vel, sko. Við erum að gera könnun á því hvernig svona kannanir eru gerðar. Við erum með í þættinum hjá okkur sem sagt dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir.
og þar koma svo skrýtnar staðreyndir að við erum að hringja og athuga bara hvernig svona könnun verður til. Sko, ég verð að viðurkenna það. Þessi 2 símtöl sem við áttum núna eru þau skrýtnustu sem við höfum. Þetta alltaf skrýtið. Það bara þannig að þetta var óþægilega könnunin og það ekki ástæðalausu að þessi dagskrárliður heiti það og segi mig það. Við þurfum ekki að fara að korka þennan dagskrárlið. Já, ég þarf að guppa núna. But he still has fan from Peru to Japan. Hey, listen, baby, I don't wanna ruin your plan. But if you got a man, try to lose him if you can. Cause the girls real wild, throw their hands up high when they wanna come and kick it with a stand-up guy. And you don't really wanna let the chance go by. Cause you ain't been seen with a man so fly. Baby, friend so fly, I can't go fly. Private cause I handle my B.I. They call me Candle Guy. Simply cause I am on fire. I hate to have to cancel my vacation so you can't deny. I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide? Me and your boyfriend, we ain't no tie. You say you wanna kick it when I ain't so high. Well, baby, it's obvious that I ain't your guy. I ain't gon' lie, I feel your space. Don't forget your face, I swear I will. St. Bart, St. Bullet, anywhere I cheer. Just bring with me. Með þessum tappa, Justin Timberlake hér með My Love. Já, mér finnst það svolítið keimlíkt hjá honum svolítið, sko. Keimlíkt, þetta gammalt og gott. Já, ok. Ég var gríðalegur aðdáandi á þessu lagi þegar það kom út á sínum tíma. Já. Justin Timberlake með My Love, en við sittum hér við Sveppi og systir mín, hún var að senda mér harðorst SMS Sveppi. Nú. Af því ég lauga þenn að við erum búin að tala við bróðu þinn þetta rugg þarna svo. Við náðum ekki í hann, sko. Það er einhver könnun sem við erum að gera í þessum þætti, eitthvað svona... Það er allir brjálæðin alltaf. Já. Viltu eitthvað prófa á ég að tjekka eitthvað svari núna? Já. Tjekka á hann. Kannski þó er ekki nema bara til að róa systir mínum, að sjá. Þess að tengt símtalinu í Mæju systir að. Einingalistinn í Danmörku vill afnema bann á kynlífi milli systkina. Já. Ingvar. Ingvar? Já, blessaður. Hvað segirðu? Góður en þú. Heyrðu, varstu búinn að sjá fréttirnar inn á Vísi? Nei, hvað? Systkinum verði ekki bannað að sofa saman. Nei. Það er einingalistinn í Danmörku. Já. Hann vill afnema bann á kynlífi milli systkina. Það er útvarpsþáttur hjá þér í dag. Já, við erum í útvarpinu, sko. Auðvitað með mér. Þú ert inn í beinni. Það hafa sætlunur. Blessaður. Við vorum að tala um Mæju systir aðan og ákveðum að heyra hans í þér líka. Við vorum að tala við systkinn okkur um þetta. Og hvað sagði Mæju um þetta? Hann sagði þetta var ógeðslegt. Hann varst þetta viðbjóður. Ég veit þetta, já. Og vildi eiginlega ekkert ræða þetta? Nei, þetta er bara svona spurningin, sko. Ekki það að við færum eitthvað að sofa saman, skilur við. En ertu sammála einingalistunum? Nei, ég veit það, mér finnst þetta að vera óréttlátt. Þetta, sko, ég held þetta ekki hljóta að falla bara á því að þetta er óréttlátt. Hvað með til dæmis mig og Sveppa? Þetta væri bara ekkert sanngjarnt, en meðan að sko, þú og Mæja getur þá sofið saman. Þetta er bara rangt á allan. Þetta væri... En finnst það samt ekki þægilegt að eiga möguleikann, ef við ættum möguleikann á þessu? Æ, sko mæta þessu. Þetta er eitthvað, það er ekki hægt að ræða þetta á réttar hátt einhvern veginn. Nei, það er ekki. Nei, og svo líka bara fyrir utan það er náttúrulega miklu örgulega skemmtilegra fyrir þig en svo hjá mér heldur en ég hjá því. Ég er nú ekki alveg vissu það. Það er Sveppur oft rætt um mig að það sem að hann líti á svona sem jákvættur í sjálfan sig þegar það kemur að svona athöfnum er að það er til fullt af fólki sem langar svo að prófa eitthvað skrítið. Já, það er kannski þess vegna. Eða því hann er barnastjarna. Eða barnastjarna. Já, en þá, ég sagði nefnilega við Mæju systir við hann talaði þig líka, nú laugið þið ekkert, við ætlum bara að spyrja það eins út í þetta. Já. Við vonum bara að mamma sé ekki að hlusta. Já. Já, ég hugsa að hún sé þá búin að sökka. Já. Hörðu, hafa það gott brósi. Já. Heyri líka. Já, bye. Hann, sko, tók rólir í þetta Mæja systir. Mæja hafði engan áhuga að ræða þetta og nokkuð bróðið þinn er svona, litlega svo vikað aðeins djóka með þetta. Þetta er samt ekki til að djóka með, sko. En bara að vera alveg hreinskilinn þá er þetta með svona viðbjóðslegri fréttum sem ég sé bara lengi. Já, en þú talar um þetta sem viðbjóðslega frétt og ekkert grín og bla bla bla, en ég hef aldrei heyrti vera jafn uppnumin nokkura frétt.
Þú ert rosalega upptekinn að þessari frétt. Nei, þetta var bara þegar við vorum að hringja þetta í dag. Rosalega mikið að pæla í þessu og hefur ekki að hringi bróðið aftur og náðum ekki í hann. Herðu, af því ég var að fá SMS frá systeminni, þeir eru fáutar, þeir töluðu ekki svona við bróður hans. Það var bara í raun til að róa hann niður. Ég veit. Það er ekki oft sem hún svarar mér í útvarpi, en við erum hættir að ræða þessa vitleysu. Við ætlum að hringja hér til Zimbabwe í Afríku. Já. Eftir skamma stund, svo líka. Ég hlakka til, ég var aldrei hringt til Zimbabwe. Nei, og ég er með númer af einhverju kaffihúsi í Zimbabwe með þess. Einmitt, ég vissi ekki að þeir væru með kaffi í Zimbabwe. Það fer ekki með kaffi til Afríku. En við erum fyrst að fá örstuð skilabóð og svo er líka lagi á leiðinni heim, þannig að það er hellingur að vera hérna okkur strákunum. Ja. Það er nauðsynlegt fyrir íslensku þjóðina að hafa valkosti. Ég vil vita. Verum skynsum, klárum viðræðurnar við ESB og sjáum samningin. Já, Ísland. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Ómissandi leikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Ajax og Schalke Arsenal. Þorsteinn Jóð og gestir hefji upphitun klukkan 19 og fara yfir alltaf helsta úr öllum leikjum kvöldsins í meistaramörkunum í leikslok. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Lagið Glow, Sveppi, þú ert mikill aðdáandi, ekki? Já, ég hef gaman að þeim. Já, þeir eru flottir, sko. Ríkalega flott lag. Já. Og voru vist alveg, geggjaðir á Erfis. Já, sælir, það eru virkilega góðir tónleikar. Ég fara að gera þetta svolítið í flugvélum, af því að ég er alltaf svo bara, við svona Airwaves og svona dót, þá langar mér bara að læsa manni í kjallara með Rolling Stones diskana mína, sko. Og hérna hef engan tolerans fyrir einhverju svona nýju stöffi og er bara leðlugur, sko. Það sem er asnalegt á okkur. Já, en veist, maður breytir því ekkert, svona er ég bara og bara, veist. Já. Haldið ekki á því, eða eitthvað. Erfitt að kenna gömlum hund að sitja. Hárrétt, já, það er fallega orðað. En ég tekið upp á því í flugvélum og svona. Já. Þegar ég fljúa, það er eitthvað. Þú ert í því? Nei, ekkert endilega. Ég er ekki alltaf fullur í flugvélum. Það er bara með þér þegar þú pínir í mig vín. Þá hef ég gert mér að leik að hlusta á íslenska tónlist. Já. Og kynst mörgu góður nefnilega í gegnum það. Svona eins og Sigurós og Retro Stefson. Ég þekkti náttúrulega Sigurós aðeins, það er ekki alveg minn tebolli. Nei. Retro, minn tebolli. Já. Jónas og Ritvélar framtíðarnar, hefur heyrt þá? Nei. Flottir. Ok, já, ég þarf að tjekka á þessu sjálfur. Skilurðu? Viðurkenna. Hann er mjög góður, sko. En hefurðu hlustað á einhverja? Hefurðu hlustað á FM Belfast? Já, það er virkilega gott. Já, en hefur þú hlustað á einhverja afríska tónlist? Nei. Nei, þegar nú er ég að spáða að ringja. Skemmtileg tenging. Ég er að spáða að ringja til Afríku, við Sveppi gera þetta ofta á þriðjudaginn, þá ringjum við til útlanda og já, hvort sem að útvarpsefni verður gott eða ekki fyrir vikið er okkur samum því að þetta er eitthvað bara sem er að stækka fyrir okkur sjóndeildarhringinn. Ó já, og Víkan. Já, og Víkan. Við erum búin að tala við Kína, Japan, við eigum eftir Indland. Já. Og við hefum aldrei hringt til Afríku og reyndar, ég er komin núna hérna með eitthvað kaffihús í Afríku. Og ekkert bara í Afríku, við erum náttúrulega 50 lönd í Afríku eitthvað. Já, þetta er í Zimbabwe. Já, sem að fyrir mér eru bara eitthvað sem ég veit ekkert Zimbabwe, sko. Nei, ég ætla bara að vona að svari hérna á þessu kaffihús. Þetta er ekkert smá langt númer, segði eitthvað skemmtilegt, menn ég er að hringja hérna, maður segja. Já, gleðin tekur völd í kvöld þegar að knattspyrnan fyrir að hefast. United er að keppa á móti Braga. Herri, hérna, ætti þetta að vera, komið hérna það var morgun. Númerið komið, maður sjá. Þetta er fyrsta sem ég hringi til Afríku. Thank you for calling Cafe Monandi. Andrew speaking, how may I help you? Yes, hello. Is this in Zimbabwe? Yes, it's Zimbabwe. Oh, okay, nice. Cool. How cool is Zimbabwe? Yes. Okay, my name is... Where are you? I'm in Iceland. Where? Iceland. In Iceland? Iceland? Yes. Where it's always ice? Yeah, cold as ice, yeah. Yeah. What is... freezing? No, we're not freezing. It's a little rain here, but it's okay. I've got a lot of sunshine. It's quite hot out here. Oh, is it good weather in Africa now? Very good weather. Summertime. Everybody's swimming and all that kind of thing. Oh, don't say that. What is your name?
My name is Andrew. Andrew? Yes. Okay, so Andrew in Zimbabwe. This is Öddi in Sveppi in Iceland. Oh. Yeah. Nice to meet you. Nice to hear from you. When are you coming over? To your coffee house? Yeah. This after maybe 1 month. After 1 month? Yeah. Why not? Yeah. That's very nice. That's very nice. In Zimbabwe... have you got accommodation yet? In Zimbabwe, does everybody speak as good English as you? Is it... No. Not everybody. Not everybody. No, okay. I wasn't here like all my life. I spent like a lot of my time out of the country. I've been in South Africa, Mozambique, and some other countries. Okay. Yeah. This is the first time I talk to anybody from Africa. Oh, yes. Oh, fantastic. Yeah. But I don't sound African. Eh? No. So, yeah, and I look like Obama. You look like Obama? Yeah. Are all the people in Zimbabwe as fun as you? Yeah, you got quite a lot of people. They're good people. Okay. In general. I can hear that you are good people. Do you have beautiful women in Zimbabwe like we do in Iceland? Yes, we do, but you see, we've had a bit of economical turmoil, and there was a lot of migration from Zimbabwe to other countries. So, yeah, but we do have a couple of beautiful women left. They're not so many as they used to be. There are a few now. Okay. Yeah. What is your specialty on your coffee house? Coffee house specialty, we specialize in a lot of things. We've got traditional meals, there's a bit of Western meals. Okay. If you like fish, there's fish. What is a traditional meal? Oh, the staple food of Zimbabwe. What do people eat here? Yeah, what is that? Yeah. What do they eat? You know maize? Corn? Yes, corn. maize. You know corn? Yeah, we call it maize over here. Yeah. Okay. There is a different type of corn, which is not yellow, it's white. Ooh. Okay. And that one, they crush it. It grows when it's dry. Yeah. They crush it to powder. And then they mix it with hot water on a stove. They cook it until it gets a bit thick. Okay. And yeah, that's what we call here Saza in one of the local languages, or Shwala in another local language. Okay. Oh, that sounds very good. We'll taste it when we come. Yeah, that's the starchy part of it. And then you can have it with anything, with T-bone steak, with fish, with vegetables, you know. Can I ask you one thing? Because maybe this will sound ignorance, I don't know, but I've never been to Africa. Have you seen lions and tigers and stuff? Yes, but not in the city. No. You'd have to travel out of the city. Yeah. Got areas where they're all kept, you know, in... How long of a drive? Yeah, it's a very big land. It's in the wild, you know. In the fields. Game Reserve Park. They want to preserve that life so, you know, they don't become extinct. Yeah. And you have to travel to the game park, which is quite far off town, about 40 kilometers. 40? No, and that sort of thing, yeah. But do you eat strange animals like lions or giraffes? No, you don't eat that. No. You eat a cow. You eat a cow, yeah. You know cow? Same in Iceland, yeah, we eat cow here. Cow, goat, chickens. Yeah? Chicken, yeah, similar to, it's very civilized. It's not more like Congo and those other countries where they eat snakes and dogs, no. Okay. Zimbabwe, yeah, it's very good. You know, you'd love it if you come here. Say hello to everybody in Zimbabwe from Öddi and Sveppi. It was very nice talking to you. I will do. Okay, thank you. Definitely do. Thank you. Can I give you my mobile number so you can call me directly? Yes. Yes, give it to me. That's going to be plus 263. Yeah. Okay. 77 8525 8525 975. 975. Okay, thank you very much. That's Andrew. Okay. Andrew. Say hello to everyone in Iceland. We will. Bye. Take care, my friend. Þarna voru við bara að tala við Zimbabwe. Þvílíkt hann nági maður. Já. Maður er svo uppfullur af fordómum og vitleysiskap. Ég held að ég væri að fara að hringja til Afríku. Já, bara var að tala bara við einhvern niðurdrepandi í hungursneiði. Bara eitthvað svona rugg, sko. Maður er svo vitlaus. Þeir eru náttúrulega ekki með síma, sko. Nei, hann var bara þvílíkt hress og almennlegur og... Bara hvenær komið þið, maður?
heyrðu, og takið gemsan svo þið getið hringt beint í mig, sko. Getur við sleppt þessu kaffi og þessu kaffi? Hann var að monta sig hann þetta gemsa. Ég meina, pældi í því að fara núna til Zimbabwe og hitta hann. Þetta getur orðið bara ágætis kunningi okkar í Zimbabwe. Segðu, svona gerist þetta. Þarna vorum við að tala við Afríku í fyrsta sinn. Það smækkar heiminn, þetta segir okkur það að heimurinn er svo lítill. Breftum ekki. Þetta er satt. Kósi og ljúfir tónar hér hjá okkur sveppa þennan þriðjudaginn. Þetta er hún Adele hér með One and Only og já, við erum búin að heyra í honum Andrew í Zimbabwe og það var bara virkilega skemmtilegt. Lega, yndislegu maður. Já, þetta er, sko, við náttúrulega komum með gemsanúmerans líka núna. Það er aldrei vitan við getum þurft að heyra aftur í Andrew. Já, þetta er magnað. Við ætlum að gera hann að vin okkar og búið svolítið sjónvarsþátt þar sem við fyrir að hitta hann. Já, það er til dæmis hægt að spyrja hann bara, við getum hringt hann næsta þriðjudag og spurt hvað ég gefa mömmu minni í jólagjöf. Já, þess vegna. Þetta er gæi sem er með svöru við öllu. Já. Og líka, þetta er gæi sem að hugsa potið út úr í bóksi. Hljómaði svona eins og maður, já, sem missi helling ýmislegt. Já, og svo var hann líka bara svona húmoristi. Look like Obama, skilur við. Var með svona gríni-grín. Bara gríni-grín og hress og skemmtilegur. Já, já. Ertu búin að versla alla jólagjafir, Sverrir? Sko, ég er búinn að versla mjög mikið. Já, ég veit það. Ég er ekki búinn að kaupa eina. Já, ná, ég segja það er svolítið freaky. Hvað með það? Sko, við fórum til Bandaríkjanna núna í september. Já. Í Orlando og þar var, veist, eitt meiri tíma í, sko, H&M og einhverju mollum, sko, heldur en í sólinni. Já. Sem að gætt nú gett mann geðveikan, en allt í lagi, skilur. Alltaf gaman í útlöndum og ha. Smá peningur. Nei, það var lítið, sko. Ég heyri það, þú hefur orðin pínu pyrraður, hann er halda áfram samsærir. Ég hef gaman að því að fara í H&M, einn að fáum Íslendingum. Já, einn að fáum Íslendingum? Nei, svona kallkins. Og hérna, svo komum við heim með tróðfulla töskur af jólagjöfum og dóti. Já. Daginn eftir, þá var kona mín búin að pakka öllu inn. Nei. Það er búið að pakka inn. Í jólapappin? Ó, já. Það er bara jaðavir Sturlund. Já, það er allt rétt. Það voðalega liggur á. Nei, ég veist, í staðin fyrir að vera að geyma þetta upp í skáp og fela þetta og nú eru börnin... Krakkarnir finna þetta og svona? Krakkarnir finna þetta og það er eitthvað svona. Þannig að það er búið að pakka allir inn á mínu heimili meðan ég þannig að desember verður bara heaven on my mind. Já, ég er ekki búinn að köpa eina gjöf. En eina sem ég ætlaði, ástæðan fyrir ég var að spyrja þig, ég ætlaði líka að spyrja hvenær finnst þér að jólalög með þið byrja hljóma í útvarpi? 1. des. 1. des, ég er sammála því. Nóvember er ennþá ósnemmt. Ég heyrði nefnilega jólalögulegin í vinnuna, sko, þetta er ósnemmt. Já, ég er ekki til í þetta, sko. Nei, þú ferð ekki, sko, ég líka var að horfa hérna daginn, það var bara í byrjun október. Gátu Frostrósir og Björgun Halldórsson ekki gert með sér eitthvað samning, bara svona, ok, herru, þetta verður samkeppni hjá okkur og jafnvel fengi Bakalút þetta með sér í hennar samning. Bara eigum að hafa eina reglu sem er fair fyrir okkur og bara alla Íslendinga að það megi ekki byrja að auglýsa fyrir í nóvember. Já. Að sjá Björgun Halldórsson með eitthvað svört gleru og óska með gleðilegra jóla í október er bara rámt. Með allt sitt hyski þarna. Nei, hættu, þetta er topp fólk. Ég er að djóka, en skilur En hann liggur hann inn í einhverjum glugga bara á gleðileg jól frá Björgunni Halldórs. Ég er bara svona, hvað, það er 7. október, hættu. Ég veit það, maður. En það er gríðarlega mikill munur að Björgun Halldórs og Frostrósum og Bakalúti, sko. Já. Það er því að, sko, Björgun Halldórs og Frostrósi er að syngja jólalögin. Á meðan Bakalútur er bara að syngja eitthvað svona fíblaleg jólalög sem þeir hafa sami sjálfið sem er fyndin. Já. Þú veist, það er skemmt. Maður fer á Bakalútstónleika og hlær. Þú fer á Björgun Halldórsson og spyr bara, akkur er þessi gæja að öskra svona eru jólin, sko. Já, en svona eru jólin. En ég farið á jólagesti Björgun svo ég skemmti mig konunglega. Pál Potts var þar, óperugörinn. Já. Og Jóhanna Guðrún var frábær og þetta er alveg, þetta kemur mann í jólaskap þegar það er komin jól. Já. En að sjá Björgun Halldórsson með 9 svörtu gleraugun sinni í einhverju glugga óska með gleðilegra jóla 7. október er bara ekki að gerast, sko. En fáum hér örstur skilabóð svo er það lægi á leiðinni heim og ég ætla kannski að leyfa Sveppa að velja, annars er ég með eitt gott handa ykkur kæru hlustendur. Erst þú með eitthvað gott eða? Nú er ég komin hérna á internetið. Já, ok. Það er ýmislegt að finna þar. Já. Komdu í keilu á Lebowski bar. Núverandi met er 268 stig. Lebowski bar. Nú hefur Landsbankinn tekið upp nýtt öryggiskerfi í netbanka einstaklinga. Breytingin felur í sér aukið öryggi, einfaldara aðgengi og auðkennislykillinn verður óþarfur. Næsta kynslóð í netöryggi. Landsbankinn. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúfengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu þið tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni?
Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. David Guetta hér með Falling to Pieces, She-Wolf. David Guetta. Yfirburða vinsælasta lagið á stöðunni held ég í dag, enda virkilega flottla, ég fíla þetta. Og talandum að fíla lög, þá stutt hér í lagi á leiðinni heim og ég leiði Sveppa að henda í lagi á leiðinni heim. Hann kom með ágætis hugmynd. Já, ég með puttana á púlsinum, sko. Já, þú fegst vera með puttan. Þú reyndar taldir upp 20 lög og þau voru mörg ansið góð og þetta, já, var þetta ekki fyrsta lagi sem þú taldir upp? Hvað? Nú, lagi sem ég ætla að hafa hérna lagi á leiðinni heim, ég ætla ekki að segja alveg strax, það stýttist ég. Já, ég var hafa. Já, ég ætla að hafa það sem þú sagði fyrst. Það groovy, sko. Það flott, já. Það samt ekki alveg ég, en það groovy. Já, bara virkilega gott lag. Já. Hvernig þriðjudagskvöldi hjá þér í kvöld, Sverrir? Ertu með eitthvað plön? Heyrðu, ég fer alltaf í bolta á þriðjudum. Fótbolta? Já, ertu með simma á þeim hana? Já, ég er með simma og hugi er kominn, sko. Já, hefurðu lent í slagsmáli við simma þarna inni? Já, ég er reyndar ótrúlega rólegur og svona stabíll leikmaður, sko. Já, en simma og vinnir hans þeir eru nett klikkaðar þarna nokkri, sko. Já, Simmi er alltaf í vesinni, sko. Simmi vill rífast. Já, Simmi vill vesinni og svo náttúrulega líka getur hann nýtt sér það að hann er örugglega svona 140 kíló, risastóran, svo ógeðslega sterkur. Þetta er svo að taka öxl í öxl við vörubíl. Já. Það er ekkert hægt. Nei, og hann er alltaf jafn hneykslaður og það er ekki hægt að rífast við hann, sko. Nei, ég veit það. Ég hef reynt á nokkru sinnum. Tekið þann pólinn í hæðinni að bara það er líka, sko, ignorant, sko. Ég veit að það er líka oft hættulegt í svona innan hos fótbolta að vera með mann eins og Simma sem er nautraustur og það er komið pirringur af því að ég flegi mér, sko, ég hef oftar en ekki snúið upp á öklan á mér af því ég bara hendi mér áfram af því ég verð geðbilaður, þetta er svo lítið rými, ég verður rosalega heitt. Það býður, já, það verður allt það er allt brjálað í klukkutíma. Já, þannig að það er líka stemming. Það var allir vinið svo inn í klefunum. Já, svo er það nú alltaf þannig, sko. Já, þú ert ekkert að fara að horfa á meistaradildina? Nei. Það er fyrir þá sem hafa ákveðað, þá er Manchester City að fara að spila við Ajax á heimavelli. Must-win leikur fyrir City, annars er gjörsamlega út úr þessu. Er ekki Kolli okkar maður í Ajax? Jó, hann er bara þá meiddu greið maður. Nó? Já, hann búinn að vera meiddu núna í hálft ár. Og í maður? Ekki til hálft ár, verður frá í hálft ár, en búinn að vera frá núna í 2 mánuði eitthvað. Já, ok. Það er eitthvað öxlinn í honum. Og hvað er fleiri með leikir? Svo er líka, já, leikurinn sem ég er eitthvað spenntastu fyrir er Real Madrid Dortmund. Að gera segja því, það verður veistla. Það er Real vinnu það, 3-1. Það er ekki víst, Dortmund eru með skemmtilegt lið núna og geta alveg unnið þetta. Áttu til dæmis að vinna City úti og unnu Real heima síðustu umferð. Nú, aha. 2-1 er Dortmund, þannig að það getur allt gerst í þessu. Svo er það okkar lið á morgun. Okkar lið, ekki segja okkar lið. Ertu að tala um Chelsea eða? Nei, rauði herinn. Þú ert ekki United maður, þú fá aldrei að vera. Nei, þú ert svona liðamella sem flakka bara á milli, ég vil ekki sjá þig í United. Jó. Nei, fara aldrei að vera það. En bara, allt í ruggli að vera þarna. Ég vil vera United að standa því. Þeir eru eftir í deildinni. Þeir eru eftir í deildinni. Og það verður ekki tekið að þeim. Rooney og þessi strákar, ég vil vera flottir alltaf. Já, það er æðislega. Og gamli haugurinn sem er að þjálfa, hvað heitir hann dur? Ekki hættu þessu. Hann er búinn að vera við stjórnvölinn í 26 ára upp á dag núna í dag. Já. Og valinn, stjóri mánaðinn, svo heitir Alex Ferguson. Alex Ferguson, maður? Já. Hvernig er hægt að gleyma því? Nei, ég skil það ekki. Ég er að komast meira að því, eins og helgina. Já. Það er eitthvað að mér, sko. Já. Þetta er ómikið. Mér þykir óvænt þetta lið. Það getur jaða við Sturlunstundum, en við skulum Hvað flytur ekki til Manchester? Ég veistu hvað ég væri til í að taka 1 ár að elta lið. Elta? Nei, ertu alveg þannig? Fara á allir útileik, ég var alveg til í það. Það er virkilega veistla. Kynnast öllum svona nöttkeisum og horfði bara ég og Bad Boy Charlie eitthvað staðar útileik hjá Viggalu eitthvað snarklikkar. Kemur bara tannlaus með glóður heim bara og glæni hann vinn sem er bifvélavirki í Liverpool. En nóg það er komið að laginu á leiðinu heim og Sverrir, vilt þú kynna inn lagið þar sem þetta var nú þín hugmynd? Já, kæru hlustendur. Kemur þú frægri bíómynd?
Kemur úr Ferrari bíó, ég veit nú ekkert hvað mynda er. Úr hvað mynd kemur það? Kemur úr Harmageddon. Harmageddon. Armageddon. Ekki Harmageddon. Nei. Þetta er því seint spilaði Harmageddon. Já. En þetta er Bon Jovi. Nei, Bon... Já. Þetta er Aerosmith. Aerosmith maður! I don't wanna miss a thing. Það var krúttsprengjan Sverrir Þór Sverrisson sem valdi þetta fyrir ykkur kæru hlustendur vonandi höfðu ég gaman að við. Þetta er svaða lag. Já, þetta er cozy lag. Þetta er mjög gott. Þetta af bestu lögum Aerosmith. Þó svo ég vil nú meina Dream On sé þeirra besta lag. Dream On. Hann er flottur öll. Steven Tyler er eitraðu töffari. Það var aldrei tekið á honum. Svona líka. Þetta var I Don't Wanna Miss a Thing. Það styttist í að við Sveppi Krull förum að kveðja hér. Og fyrir ykkur sem að ætla ekki að horfa á fótbolta í kvöld þá ætla ég að spila hérna fyrir ykkur dagskrána sem að Hringtorg býður að sjálfsögðu á. Sæktum bláa kortið á hringtorg.is og náði Hringtorgs-appið í símann. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það margborgar sig að fá Hringtorgs-appi í símann. Það sem er á dagskrá hjá Stöð 2 kvöld er Modern Family klukkan 8. Og taka við Charlie Sheen og félagar í Anger Management og ég verð að viðurkenna það, ég eftir að tjekka þeim þetta. Já, hann er ekkert alls slæmur sko. Ekki, ertu búinn að horfa á þetta? Já, ég er búinn að horfa á tvo, þeir eru fínir. Ok, mér lakið til að... Svona bara afþreng sko, þú ert ekkert eitthvað bara Þetta er að byrja, allir inn í stofu. En þú veist, þetta er gott. En hvaða þáttur er þannig að þú ert bara Þetta er að byrja Homeland maður, sáttu Homeland? Já, þeir eru geðegir. Ég er ekki múin að sjá nýjast, þannig ekki segja neitt. Ég er eftir að horfa á Bróti döður. Hættu þessu maður. Ég er að djóka. Hann er ekki döður. En Homeland er ekki kvöld, strax eftir Anger Management er það þátturinn Chuck, ég hef ekki horft á hann heldur. Nei. Ekki að fenn, en hann er klukkan 5:09, örgulega fullt af fólki að nóti sem er gaman honum. Svo er það Burn Notice klukkan 20:10 og svo 10:30 er þáttur sem ég horfi ofta á kvöldin þegar ég er komin í sófann og hefða kósi. Það er The Daily Show Global Edition. Já, hann er svolítið svona fínt að horfa á hann svona í staðin fyrir Jay Leno. Já, snillingur þar á ferð þar sjálfsögðu. Jon Stewart sem að stjórna þeim margveluna þætti. Já, mér finnst það gleðilegt þegar hann að fá einhverja svona alþingismenn til sín. Já, en hann fær líka oft eins og Ricky Gervais var í ánum í daginn. Já, ógeðslega fyndið. Mjög skemmtilegt. Já. Og það er líka margt sko, það sem hann er að sýna í þessum þáttum sem hann er að taka af Fox News og eitthvað. Þvílík bilun í gangi. Já, og hann er einmitt sko... Hann sumi fréttamenn að það bara snar rugglaður sko. Já, hann tekur þetta alveg á jarðar þetta sko. Já, og það er virkilega skemmtilegt. Svo er það sjálfsögðu, Bandaríkja, forsetakostningar í Bandaríkjunum. Já, maður er þetta spenntur í. Já, mikið ofboðslega vona ég á Obama að vinna samt. Ég held bara þvílíkt með hann. Ég veit ekki okkur, þessi Mitt Romney einhvern veginn virkar ekki á mig sem góðum maður. Nei, ég menn... Jú, þetta er ruggla ágættis maður en ekki góð fyrst. Já, ég veist... Mér finnst það svo falskur að sjá. En hverjum er ekki drullu saman? Já, kannski. Forseti Bandaríkjanna, hverju breytir það fyrir þig í þínu lífi, hverju forseti Bandaríkjanna? Ég er bara fíla Obama einhvern veginn, mér finnst hann töffar og ég held með hann. Ef við verðum með olíu hérna á Íslandi, þá þyrftum við að pæla í þessu. Nei, kannski erum við olíu. Þá hann ættir að tjekka draugasvæðinu maður. Við Sveppi þökkum ykkur gælaða fyrir hlustunna í dag. Við Pétur Jón Sigfússon, PJ Sigfusion, verðum mættir hér á morgun klukkan 4. Yngvi Eysteins er á leiðin hingað í stúdíó og verðum með vaktinans Rikka G, ekki missa því. En við ætlum að enda þetta hér á lagi sem að hefði nú alveg geta verið lagi á leiðinu heim líka. Það er annað gamalt og gott en ekki af gamalt og heitlagi. Þetta lag minnir mig á Ameríska drauminn. Þá var þetta vinsælast lagi í Bandaríkjunum. Þetta er Eminem og Rihanna. Takk aðeinslega fyrir hlustun í dag og Sveppi, takk fyrir daginn. Mín og Rániðan, bless. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Ómissandi leikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport í kvöld. Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Ajax og Schalke Arsenal. Þorsteinn Jóð og gestir hefji upphitun klukkan 19 og fara yfir alltaf helsta úr öllum leikjum kvöldsins í meistaramörkunum í leikslok. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Ískápar, kerrur, barnavörur, mótorhjól, tjaldvagnar og margt fleira fæst á sölutorgibland.is. Þegar þú vilt gefa eigum þínum nýtt líf, þá veistu hvert þú ferð. sölutorgbland.is. Hann er stærstur, feitastur og flottastur. Fyrsti vinningur gæti orðið meir en 2,5 milljarður króna. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum.
FM 95 blöð. Á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Yngvi Eysteins. Á FM 957.